Þá erum við Gunni mættir á Hlíðarvöll í Mosfellsbænum og dagurinn verður ekki fallegri en þetta. Esjan skartar sínu fegursta og gólfvöllurinn er glæsilegur. Samspil manns og náttúru eins og hún gerist best. Gunni, við erum að spila. Já. Ég fæ högg á þessar hólur sem við ætlum að spila á. Já, eitt högg. Ef við hafa þannig, ef allt er jafnt, Já. þá spilum við bráðabana. Já, Eða við keppum allan eitthvað út á það. Við gerum það. Til í þetta? Já. Let's play. Let's play some golf. Let's play. Þetta er glæsilegur dagur sem þú býður upp á hérna í Mosfellsbænum. Já. Og það er líka, það er ástæða fyrir að við spilum þessar hólur sem við spilum út af það eru mjög nálægt sjónum. Já. Það líður mér náttúrulega, Já. það líður mér náttúrulega best eins og þú veist. Það er bara regla að ef ég spila 18, þá kom alltaf einhverju töfrar. Já. Og ég var að spila með félaga mínum daginn og hann eitthvað svona bölvaði eitthvað á 13. eða 14. hölu. Ég sagði, veitu hvað er það? Það er svona, ég var bara að fatta að þú var töfrana inni. Svo var ég á 16. Smurði hann alveg bara svona, þú veist. Já, fólk veit bara að þú átt einhverja töfra inni. Hann bara, nei, og þú átt töfran inni. Og svo bara, það er alltaf töfrar. Það gengur kannski erfilega hjá mér, en þá chippa ég inn í. Herru, farið hérna vinstri. Það er bara þannig. Hvernig getum við fækkað fólki í golf? Er ekki langbest að segja bara tímafrekt? Já, og náttúrulega líka, ég hugsa að séu margir hjónaskilnaðir út frá golfi. Já. Ég myndi halda það. Þannig að það er kannski hægt að vera með einhver forvarnarstörf. Þetta er vont, þetta er ekki fjölskylduvænt. Nei, þetta er alls ekki fjölskylduvænt. Þetta er það ekki. Þú veit náttúrulega, fjarveran er svona kannski, fyrir þess að hörðustu, þá er þetta kannski 6 tímar sem þú ert í burtu, sko. Já. Það er næstuði bara heill vinnudagur, sko. Þannig að... Við erum að hamra á þessu. Já, ég hugsa það. Já, og þetta er dýrt. Já, mjög dýrt. Mjög dýrt. Já, það er fullt af ókostum í þessu. Já. Svo þurfum við að lækka hámarksforgjöfina. Já, og svo er hérna, þú veist, Ísland, sko, þar er engin stéttaskipting í golfi. Þú veist, þegar ég er yngri, þá voru þetta íþróttakennari í sumarfríi að spila golf, sko. Já. Það var ekki einhverjum bankastjórar eða eitthvað svona, eitthvað voða... Nei, ég man bara Króknum í gamla daga. Þú veist, það var bara, manni fannst fólk mjög furðulegt sem var að fara mikið upp á golfvöll, sko. Það var mjög skrítið, sko. Ég veist, einu sem ég þekkti, já, það voru hérna íþróttakennari í sumarfríi. Já. Og einhverju svona luxuspésa sem unnu lítið. Einmitt. Við könnumst nú ekki við það. Nei, sem betur fer. Jæja, sem betur fer segja einhverju, því miður segja aðri. Ég ákvað að láta okkur spila inn á par 5. Það var svona, ég fann eftir síðasta myndband og það var ákall eftir því að við myndum spila par 5. Já, það er alltaf ákall eftir því. Já. Sko, Himmerland í hérna Danmörku, það er par 6. En byrju, hvernig virkar það upp á par vallar? Er það fleiri par 3 eða? Er hún par 72? Já, þú veist, það er par 6. Hvað er hún löng? Himmerland. 500 og... Hún var, hún var alveg vel löng. Ég get að lofa þér, ég veit ekki að neinar ákveður öðru. Það var áhugavert, par 6. En þú veist, hvað finnst þér það til dæmis? Ég er svona, maður er svona golf. Já, þú veist, mér finnst það bara skemmtilegt, mér finnst það svona eitthvað öðruvísi og þú veist hvernig ég er alltaf til í tilbreytingar og öðruvísi. Já, það er enda flotta punktur. Þetta verður nú ekkert mikið flottara. Þú ert með Esjuna hérna að faðma þig og... Og svo ertu bara með hérna Hvalfjörðinn hérna og þú veist, auðvitað þú veist, ef við ætlum að fjölga golfvöllum, þá erum við að fá völl í Hvalfjörð. Í Hvalfjörði, já. Já, ég meina, við þurfum líka að gera eitthvað svona alveg, þú veist náttúrulega með... En þú veist, það vantar búningsklefa, það vantar sánu, það vantar heitupottana, það vantar allt þetta. Er ekki hægt að gera eitthvað baðlóm og völl? Já, það hlýtur að vera. Já. Það hlýtur að vera. Getur ekki verið flókið. Þú veist, það er eitt að vera með sturtur og búningsklefa, sko, en maður það nú kannski... Það vantar þetta ekstra. Já. Það vantar þetta ekstra sem ég er búinn að tala í mörg ár. Já. Er hlustað? Nei. Við ætlum að fara að byrja þetta. Gunni, þú ert heima, þú ræður, við ætlum að spila þetta gulu, rauðu, bláu, þú velur. Herri, ég hugsa að við tökum up the stakes aðeins og við tökum þetta bláum. Ok. Ertu til í það? Já, ég er til í allt. En þú eru að segja til? Já, ég er til klár. Og ég spila alltaf með minn bolta, mertur landsmótur og Húsavík 87, bolti sem pabbi gaf mér. Það var nú verið slegin helviti mörg högg með þessu. Já. Herri, ég er með hérna Titleist 4, Pro Fit X. Þannig að nú tökum við að því, þú fær 1 högg, allar hólur. Allar hólur. Já.
Sko þess að þið mátt koma aðeins meira, þú mátt vera aðeins vinstra megin. Já. Þetta var allt í lagi, ekkert spes. Fínir teigarnir hérna og svona. Já. Þetta allt saman eins og ég vil hafa þetta. Ég ætla að vera hægra megin. Já. Bara hugsa sem að vera í leik. Já, högga á hana strák. Svo gerum við einhvern veginn sirka. Let the big dog eat. Já. Sko þetta bara, ég held að þetta sé bara í fínu lagi. Ég held að þetta sé frábærulega. Já. Ég er heldur dánað með þetta. Fór ákvörða þetta yfir heiðina og nú ætti ég að eiga bara þægilegt vipp. Nýti mér það að eiga höggið. Þægilegt vipp. Já. Á par 5. Þægilegt vipp. Ég ákvað að fara öruggulegið. Já, það var bara sniðugt. Já, ég hugsaði það. En líka þegar þau hefur ekki spilað þessa hólu oft. Nei. Þannig að hún svona kannski betra að taka öruggulegðina. Já, það Menn sem vilja katta mikið, þú veist, þeim oft refsað þetta. Já. En þetta er bara eitthvað smá mosi og svona eitthvað samtíningur. Já, ok, Hérna er nú smá varp svona og við leyfum Já, já, við leyfum kríunum að vera þetta er svona. Ég held að það væri hérna bara braut hérna við Nei. fáum. Já. Ég var nú að reyna að útskýra þetta svona aðeins fyrir þér. Já, Þú ert já. held ég hér. Getur það ekki verið? Er þetta besta staðið það ekki? Þetta er á besta stað. Já. Það er ekkert að slá þetta. Nei. Það er þú. Já. Þú veist af því að það er hérna, það er svona smá svona gil hérna, svona kannski 150 metrar í það kannski. Já, þannig að ég vil vera dálítið vinstri eða? Já, þú vilt vera vinstri, já. Ok. Ég er nefnilega dálítið heppinn með það að gera, ég er með högg. Ég er með kylfu út á högg. Já. Þú virðist eiga kylfur fyrir flest högg. Já, ég hef búinn að einhvern veginn binda þannig hnútana. Þetta hefði ekki getað verið mikið betur en þetta. Það er léttur hybrid. Sjáum hvort hann fari ekki að sem að ég vil að hann fari. Sko þessi, ef hann grípur brekkuna, sem hann gerir, Já. þá er þetta bara í fínum málum. Þú fær rúllið þarna sko. Já, það er til þess að nú leikurinn gerður. Já, já. Herru, ég er stífur núna sko, ég þarf aðeins að... Sko, ég fór hérna aðeins lengra. Já. Nú snýst allt að fá góða legu. Já, ég er ansið hræddur að fá hana ekki hér. Já. Þetta er í fínum málum. Ég veit bara ekki hvort ég geti sveiflað þrjútríðinu. Ætlar að ná í bílinn eða? Já, ég ætla bara að fá að sjá þetta fyrst af því að þú veist að regla nr. 1 hjá mér er að treysta engum. Já. Ég labba með öllum að boltanum þeirra. Hjörvar! Hjörvar! Við erum á hinum bílnum. Sko, nú er spurningin hérna hvort að maður geti sveiflað þrjútríðinu. Úf, hann er heldur grafinn. Já, það er nefnilega málið. Ég veit ekki hvort ég geti slegið það með þrjútríðinu. Búlis, fundinn! Nei, þú fer aldrei við þarna í þrjútríðinu. Ekki? Málið er sko, það væri það versta fyrir þig ef ég myndi krossa þrjútríðið inn á. Já, en það Þá var þessi hola búin. Já, en þú ert í verri málum ef þú... Ég ætla bara að leyfa þér að taka þína ákvörðun. Já. Ég er líkandi á skemmtunarstað. Já, ég skal bara vera fyrstu til að viðurkenna það. Ég er mjög smeykur við þetta högg. Þetta gæti endað í algjör. Hann er smá niður grafinn, sko. Sáuð hann? Sáuð þið boltan eða? Frá beini átt að pinna. Nei? Já. Er það þannig? Í alvörunni eða? Ég sá hann aldrei, sko. Sko, hann fór á stað og ég mista hann. Já. En hérna... Já, ég meina, ég treysti Búlis. Ég veit ekki með þig, en ég treysti Búlis. Já. En... Það er ekki strákar sem eru þetta fyrir að ljúga manni. Nei, en þetta er samt að sjá við tvær ólíkar leiðir að sama markmiði. Ég bara... Einn talsvert betri. Já, en þú veist, ég er brautakall. Já. Pinninn er framalega hægra megin, eða ekki? Jú, ég sé hann nú. Já, hann er framalega hægra megin. Jú. Þá er fínt að lulla sig bara hérna, eitt svona ormaskelfir eins og þú ert hætti fyrir, svona meðfram jörðinni. Já, eitt tannig. Já. Viltu að ég hendi eitt svoleiðis í þig? Það er gaman að fá eitt svoleiðis. Já, Hvað er þetta? Þetta er svona 150 metra högg? Já. Ekki? Jú.
Það sem ég ætla að gera núna. En áttu kylfu í þetta? Herri, ég er með kylfu í þetta. Ég er með kylfu í þetta, já. Já, þetta er ótrúlega. Ég geti neðist til að opna gripið aðeins til að fá Smá feit? smá feit, Já, ok. baby feit. Mér finnst þess að ég sjáu þarna. Já. Hvers slags högg var þetta eiginlega? Þegar þú segir það, þá er maður hann í Arnarfæri. Opna aðeins gripið bara til að halda mér. Ha? Ég sá ekki neitt. Sko, þetta var bara nákvæmlega þess að þú sagðist alltaf að gera. Þú veist, ég er ekki að gera þess. Þú startaði hann hérna vinstri á bönkarinn. Já. Svo komum bara aðeins hægri. Og þú ert svona 20 metrum á stuttu kannski. Það er mjög flott. Það er þægilegt að geta gert. Þess vegna opnaði ég, sáðu hvernig ég opnaði gripið. Þetta er einfalt. Ég opnaði það til að fá... Þetta var alveg galið. Þetta var bara ángrís. Þetta var nákvæmlega það sem þú sagðist alltaf að gera. Það er gaman að heyra því að ég hérna... Þú sást hann ekki? Í sólinn bara, Þetta er það sem að Mosó býður upp á. Það er þessi brjálaða sól. Já. Ég myndi halda að meðaltali að þá væru við með svona kannski mesta beistanið á Íslandi eru meðlimir Golfklúbbs. Mosó? Já. Já. Sko þetta var bilað högg hjá þér. Já, gæði fyrir það. Sérstaklega þegar þú varst búinn að kalla þetta sko. Opna gripið? Já. Já. Hver er hér? Sko hérna er einn. Hérna er einn. Hver er þetta? Þetta er ég. Þetta ert þú. Já, þetta er ég. Þá erum við kannski í smá brasi með hvar ég er sko. Herru, ég er hér. Það sjálfsög er ég inn á. Hvað er að ykkur? Ég átti nú ekki nema kannski 200 metra eftir. Ég fætt það nú bara að hálfu þrjútriði sko. Hvernig er þetta að rúlla hérna? Nú ert þú heimamaður og ég hef aldrei eiginlega verið hérna. Sko, þetta er smá rakt núna. Já, Það ok. mætti alveg gefa þessu kannski auka 10%. Já. En þessi grín, þau eru þannig að þau fylgja línu sko. Þú veist, þú getur treyst línunni þinni sko. Það hjálpar að lesa þetta eitthvað. Nei, ég vil ekki neina hjálp frá þér. Nei. Herri, það er ég fyrst. Já, þú ert fyrir utan. Sko, nú er það spurningi, sko, er ég að fara hérna, er ekki bara nokkuð beint, er ekki aðeins hægri til vinstri? Hægri, vinstri, dilla. Jó, ég er með línuna. Ég kom með blessaða línuna, veist þér það. Hann tekur sér góðan tími í þetta. Og er svo allt á stuttir eða ekki. Nei, heyrðu. Hvur anskot. Sett hann bara í gefið eða? Hvað fannst þér um þetta? Herra, þetta var flott pút hjá þér. Anskot. Viltu að ég klári? Er það ekki fallegra? Já. Það er upp á svona integrity of the game. Við virðum öll pútt, aldrei að fagna og snemma. Sjáu þið hvernig ég var rólegur þegar ég setti þetta að. Er þetta þá parið? Takk fyrir. Þannig að ég þarf birdie til að fella hóluna. Já. Nennir að setja bara púttirinn aðeins svona í hóluna. Nei, þú ert ekkert að setja flaggi í. Ég þarf bara aðeins að sjá hvar hún er. En viltu flaggið í? Nei, mér finnst skemmtilega að heyra glongið þegar það fer onni. Glong. Ok. Stoppaðu svo. Djöfullinn maður. Voru einhver brauð í tafli hérna? Nei, ég er alltaf að gera svona. Já. Ég er alltaf að gera svona. Já. Þetta getur verið langar þrjár hólur maður. Uss. Þetta er fyrir fellingu á hólunni. Já. Það er helviti hart þegar maður þarf að fara að fella á fugli sko. En jú, það má nú alveg fara að gera pelan kláran. Það er eldgamla þrípútið maður. Jæja, það er eins og það er. Þetta var mjög vel leikinn hóla hjá þér, Hjörvar. Það verður bara að gefa þér það. Þakkaði fyrir það. En þetta er ekki búið. Ég fagnar þess ekki með einum Ramonade. Ramonade.
Ertu sáttur eða? Já, ég er mjög sáttur Já. við par hérna, ég er mjög sáttur. Já, já. En þetta pútt mitt þarna var ekki tilviljun. Ég hef gert það miljónsum. Já. Miljónsum. Já. Það er alltaf, ef þú spilar átján með mér, það er alltaf eitt snákur ofan í. Já. Það er ótrúlega. Þetta var ekki langt frá því að vera onni. Herðu, nú fyrir við á 16. Herðu, nú fyrir við eftir að spila 18. Þú mátt velja reyndar, þú mátt velja par 3 hólu. Bara einhvers staðar í heiminum. Já. Og ég gef þér 10.000 bolta. Já. Og ef þú ferð hól í höggi, Já. þú ferð 10 milljónir. Við skulum hafa 100. 100 milljónir, já, ég til í það. Ef þú nærði ekki, Já. þá ferðu 10 ár in jail. Já. Myndirðu taka þessari challenge? Á átjándu, eða músið? Nei, þú mátt velja bara. Hvaða par 3 sem er. Já, ég myndi sko taka því, sko. Ég er með náttúrulega, þú veist. Þú myndir alltaf sulla inn í það. Mér finnst ég nú alveg líklegur sko að fyrir eftir hvar pinnastafsningin er á, það er ekki á 4. áttinum. Hún er bara svona... Já, bara bein og bönkar hægra megin. Já, bönkar hægra megin. Mér finnst ég nú ofta alveg helviti líklegur á henni. Já, já. Ég horfa eftir honum og ég hugsa með hann sko. Þessi getur verið að fara. Já, ég tæki. Þú tækir því? Já. Já. Eitt bolt til hlýtt eða rúl. Já, 10.000. Já. En er ekki hóla í höggi, Já. er það ekki miklu meiri heppni heldur en gæði? Já, en ég er heppinn. Já, ok, já. Ég lít á mig sem heppinn. Já. I've been fortunate. Já. 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 Það er meira en guð og lukkan þar, sko. Já. Þetta er áunnið heppni. Og hvernig eins og, er mamma henni, er hún alltaf ein? Er hún komin mann? Nei, hún er með mann, sko. Er það svona, er þú og þá stjúppabbi, eru þið stundum að spila golf saman? Nei, það er ekkert um það, sko. Er hann golfari? Nei, hann hleypur mikið. Það hefði ekki verið geggjað fyrir þig að fá svona stjúp golfpappa. Nei. Eitthvað til að spila með þér. Nei. Leiðbeina þig. Ég er með bara helviti flottum hóp alltaf. Við erum á bláu, þannig að ferðu þetta áfram. Já. Nei, til að leiðbeina, ekki til að leiðbeina, nei. En við akkur eftir að rifja upp skilnað foreldra mína núna þegar við erum að spila hólu 2. Ég var að spura af því að mér ráma eins og hún var ein. Þá var ég að hugsa bara að það var eitthvað geðveikt fyrir þig að fá, þú veist, einhvern á heimili sem elskar líka golf. Á heimilið? Heldur að ég búi ennþá hjá mömmu minni. Svona ábyggilega þú ert nefnilega mikið, það. Herru, þú átt teginn. Hvað ert að slá dræverinn? 170? Nei, 170. Miklu lengra það. Þetta er 241. Já. Ef ég smelli til dræverinn þá fer ég yfir. Já, ég verð bara þarna eftir í Jaring. Ég verð bara að koma sér yfir þarna fyrstu röðina. En svo er bara eins og Phil Mickelson og fleiri segja að það er náttúrulega alltaf öðruvísi að spila golf þegar það eru 3 gráður úti, sko. Já. Þetta er aðeins öðruvísi leikur. Golfið var hannað fyrir, 20 gráður á sól, sko. Það held ég nú ekki í Skotlandi á sínum tíma. Ég held að þín kynslóð haldi að golfið hafi orðið til í Ameríku. Nei, ég held að það sé nú flestir að þetta sé Bretlandsteiking, sko. Já, þú veist, en þess vegna var þetta ekkert hannað fyrir, það var náttúrulega... Þeir sjá þó allavega gott við þessu. Já, við líka, við erum í frábæru veðri hérna. Reyndar. Það er komið tími til að negla þessu, það er eina sem ég er að hugsa núna. Hvað ertu að pæla? Mér langar rosalega að koma þessi yfir fremri bankarana. Þú ættir alveg að ná því, það er ekki nefnilega. Já, ég veit það, ég er að segja, sko, þú veist að því ég hef svo ekki áhuga á þessum aftari, sko. Já. En fyrst og síðast, við erum í leik. Því að ef ég er í leik, þá líður mér alltaf eins og ég sé að fara að vinna þig. Já. Svo er að halda. Já. Svo er að halda. Já, ég sá nú hvað hann var. Já, það? Já. Ok. Hann er þarna niður í á rauðustykunni. Sá hann svo hann fór aðeins úti, bara létt úti. Ok. Já. Þessi geta að fara yfir á hina brautina.
Já, hann allavega í besta falli þarna í einhverjum viðbjóði. Þetta var ekki gott, það alveg horrið til þér. Þetta alveg frábært, maður. Get ekki slegið djöfussis driver einu sinni. Þetta skammar. En, veist, eftir enda þetta er maður bara með 12 í forgjöf, sko. Maður getur kannski ekki verið að bölva sjálfum sér ómikið. Já, ég hef að tala 25 kallinn hérna. Já. Sko, ég held að við finnum þinn alltaf. Já, það er bara. Ég ekki eins viss með minn. Nei, ég horfði vel á eftir þínu. Já, þú ert hérna bara rétt út í. Sko, ég ætla ekki að vera leiðilegur. Ég veit ekki hvort þú sért sláanlegur. Já, ok. En það verður að koma í ljós. En það eru margt sem að menn halda sig ekki sláanlegt og svo kem ég og svæði þú. Akkur ég að slá driver hérna? Sko, ég sló driver af því að þú slóst driver. Já, ég veit það. Þetta er alveg glorified vitleysa, sko. Herre, við getum ekki dvalið við þetta lengur. Ég tek þá vítið þar sem hann fór inn í vítasvæðið. 78 metrar. Ég droppa hérna, Hjörvar. Já. Það er hnéhæð, það eru 9 reglurnar. Já. Þetta var glæsilegt. Takk fyrir það. Þetta var glæsilegt. Þetta var högg númer 3. Þetta er högg númer 3. Já. Ef þetta hefði verið hvítt, við höfum verið í þessari úlfar útsýnreglu. Já, þá hefði ég verið að taka högg númer 4. Já, einmitt. Það eru nefnilega margir sem að miskila úr útsýnið. Já, halda það sé víti bara, en það er 2 högga víti. Já, ég hérna, þegar maður nennir ekki að vera að deila af fólk, það er að mætta á bara, ég bara, þá ger ég bara svo, ok. Við erum mannvinnir, það er galli og kostur. Ég sló hingað ekki. Já, þú slóst bara akkurat á þessa stiku hérna. Og ég nefnilega horfði á eitthvað þessu dóti, svona aðeins, er ekki bara hana? Jú, haha, yes. Hérna? Er þetta þú? Nei, Kokkland. Það er allt reynt. Það er ógott. Það er allt reynt. Það er allt reynt. Herri, hérna er bolti. Já. Já, þetta er þú. Pellisteinn. Já, þetta er þú. Ætlar að reyna að slá þetta eða? Hérna? Já. Sko, nú þarf ég bara ráðlagningu. Get ég slegið þetta? Ég get slegið þetta. Prófa að sveifla, eða þú veist, er eitthvað sem truflaði í aftursveiflinni eða? Sko, en þá er ég bara að spurning hvort ég vilja taka annað hér, eða bara þriðja hérna. Já. Þá er hún óbrennir. Að slá þarna úti? Nei. Þá tek ég væntanlega, ég meina ef ég ætla að vera klókur, í hvað stöð er ég að fara að koma mér hérna upp úr þessu? Þú gætir alveg að setja hann upp á pinna, ef þú hittir hann sæmilega. Já, með þess að þúfu hérna fyrir hana mig. En nærðu honum ekki upp? Jú, ég nærðu honum upp. Guð. Það er hérna. Það veist, getur ekki farið undir hann? Gunni. Þetta er bara þúfu svona, þetta er hálfgerður bakki. Já, ég er að segja bara, ef þú nærðu að tjönka hérna undir hann, hérna. Já, og hvað? Já, ok. Ég sé svona 8-10 mismunandi erfiðleikastig hérna. Ok, ég myndi slá þetta allavega. En þú ræður. En til þess að taka þá þriðja þarna, kannski þarna og kannski er ég hitti hann illa og þá þarf ég að taka 4. hérna frá hann. Já, ok, já. Þó hann sé fundið, hann er ósláanlegur. Ok. Þetta er með öllu ósláanlegt, þú sér það alveg. Ok. Ok. Já, ég meina þú kallar þetta náttúrulega. Já. Það hefur verið gaman að sjá. Já, ég veit það hefur verið gaman að sjá. Það er hérna. Já. Sáttu við hér. Já. Viltu færa bílinn? Já, væntanlega þegar ég ætla að slá. Sáttur? Mjög sáttur. Ég skal færa bílinn. Herri, bíddu. Þetta er ekkert minn. Hæ? Minn var hérna með hringi í kringum. Ég sá hring, hvað hringur þetta? Já, þetta ert ekki þú. Þetta er ekki ég. Sko, ég horfði á hann fara hérna yfir og svona eitthvað. Ég horfði á hann fara bara beint í þetta hérna. Herðu, ég steig á hann. Já. En hann er hérna. Já, ok. Viltu slá þetta það? Er það ekki? Jú, það líst mér mjög vel á. Já, ég myndi alltaf slá þannan. Þú getur alltaf hitta á draumahöggið. Nú bara er að fylgjast með að læra, sko. Trufla rauðastekaði eða?
Hún gerir það nú eiginlega. Já. Þá getum við bara tekið hana. Já, ég held, megum við það ekki? Það hlýtur það. Já. Ég seti hann aftur í. Ég held samt að þetta megi ekki, en ég skal gefa grænt á þetta. Ja, þú gerðir þetta, þannig að það er væntanlega... Já, þannig að ég tek þá bara á mig vítið. Ég ætla að taka 9 og bara hitta hann. Já. Nei! Ég hitt hann 100 sem betur en ég held. Það er helvítis bunkarinn. Þið vitið það sko, ef ég er farin í bunkarinn þarna, þá er ég dauður. Sko, hér fell ég bara í gryfju heimamannsins. Býtur hún við? Ég ætti aldrei að taka dræfir þarna á uppi. Ég hef aldrei gert það ef að ég hef ekki bara neginn... Á 240 beint? Ég veit það, en þú veit að það vesinur sem þú ert með dræfir, þá má maður bara spila þetta skynsamlega. Já. Það er flottur punktur. En þetta var nú, mér fannst þetta nú ekki sanngjarnt, ég var nú að segja það. Viltu smá bunkerkennslu eða? Nei, ég veit ekki, ég var til ég mútið þegja bara í fórstöld. Það er... Sko maður er engin sérvitringur sko, en hann ætlar að slá svona niður á boltan, hann ætlar að næra einhver flugi á hann sko. Ég er bara með 12 fórgjöf sko, þannig að það er nú... Ég ætlaði nú að taka 60 gráð, má ég sjá. 60 gráðnar? Já. Sáttu það? Já. Þú varst bara að ná honum hérna upp úr. Þetta er alveg ennþá séns. Ég er þarna að leika fyrir pari og þú átt högg á mig hérna. Þannig að þetta er alveg séns ennþá. Ég er að fara að taka þriðja mitt sko, ég er bara múið með 2. Ég hitt hann bara 100 sem betur. Ég var bara múið til að láta hann rúlla eitthvað hérna. Já. En maður er greinilega þessi öflugur. Já, skulum ekki vera að dvelja við höggin. Svo er líka gaman að leyfa fólkinu heima að sjá eitt bunkerhögg. Já. Nú er ég alltaf að horfa á einhver vídeo á einhverjum mönnum í bunker, svo fer ég í bunker og man ekki neitt sko. Það er dauð. Reynum eins og. Já, upp úr fór hann. Já, ég sparkaði niður einu sinni. Ég hef nú aldrei lent í svona veseni, sko. Ég hef nú betur tekið þetta víti bara þarna. Já, ég held þú myndir aldrei slá þarna, sko. Þarna vantar game management. Herre, klárum þessu hólu. Hvað var þetta, 5 og 9? Já. Svo... Hefur ekki segja 5, þannig að þú ert þá að leika 7. þarna, eða ekki? Þú ert reyndar rosalegur á púttendum, þú mátt alveg eiga það, sko. Þetta skiptir úr svo litlu máli. Já. Það er ekkert að lesa þetta. Nei. Ég ætla bara að slá beint og sjá hvert það tekur mig. Æja, það var hérna. Herri. Þetta er gefið. Æ. Það er parið. Með víti. Já, mér finnst svona ljótt par, persónulega. Þegar maður slæri eitthvað út í rautt viljandi til þess að fá þægilega legu. Viljandi? Ég græði ekki á því, sko. Ég fæ högg í víti. Já, en þú fegst þessa fullkomnu legu, sko. Já, margir myndu nú sætta sig við að setja í meter af 80 metrum. Einhverjir. Já. Þetta var glæsið tökk hjá þér, ég gefi það. Þetta var mjög gott tökk. Takk. Þetta var mjög gott tökk. Jæja, Gunnar, það er final. Veistu hvað? Ok, ég ætla bara að koma og klín með það. Ég var að reyna að tapa þessari hólu. Því að ég vildi búa til final. Já, ok. Skilur hvað við? Ég er svona sjókall, sko. Já. Og... Já, þú ert sjókall og ég er sjókall. Já. Og ég hugsaði með mér. Já, hægri. Let's give them a show. Svo fólk sem límtu þetta, þá þarf það Game 7. Já. Skilur? Já. Og það er nákvæmlega sem ég er að gefa liðinu. Já. Hvað hérna, ef þú mætti velja svona draumahólf? Draumahólf? Já.
3 einstaklingar til að spila með. Bara allan heim? Já. Og bara skiptir engu hvort að þetta sé golfarar eða ekki. Vá. Sko, ég hefði sett John Daly fram að þessu vídjónum daginn. Þetta hann leiðilegur. Sammála. Hann var aðeins of mikið að reyna að vera John Daly. Já, hann var eitthvað of mikið að selja að hann væri John Daly. Já. Pep Guardiola. Já. Hann sigur í golfinu. Já, hann mjög góður í golfinu. Ég var líka bara til í að það var gaman að vera með honum og það. Líka bara hversu bilaður hann og svona. Já. Ferguson náttúrulega verið að nýra það, sko. Það var svona 80 og ég veit ekki bara hvort hann geti spilað núna. Ég held að Pep, ég held að það er gaman að spila með Donald Trump eftir að séð hann hjá Bryson. Já, ég sammála því. Það voru að karlfeministi með að tala, ég hugsa einhverja góða konu. Já. Það var ekki Sigga Beintings. Spilum með Siggu? Já. Já, hún hlýtur að vera liðtæk í golfinu. Já, ég held svona, það væri svona draumahólið mitt. Ég hefði settið á svona Paige Spirnats, þarna. Ég hefði settið á hana. Já, nei, það er Sigga. Þeir eru 104 með... 104? Já, þetta er aðeins niður í móti. Þetta er bara 100 metra högg cirka. En sko með það sem maður hefur séð af hérna, af þessum gæðum á túrnum. Já. Eins og með það sem maður hefur séð af Viktor Hovland. Skemmtilegur gaur. Já, væri maður til í að spila með honum held ég. Já. Ég myndi jafnvel, ég þekki ekki hversu góður Martin Ødegaard er í golfi, en ég væri alveg til í, þú veist, Haaland hlýtur að geta slegið. Já, ég sé ekki dís. Að smala saman í Nost Hall. Já, það var reynda rosalegt. Ég myndi að taka Solskjær með mér. Ég var reynda Solskjær mjög nálægt þessu. Já, hann er golfari. The final. Stressaður? Nei. Þú vannst náttúrulega síðast á par 30. Ég er að spá í að bjóða upp á Guðrúnu Arnardóttur hérna. Það er högg sem að þú þekkir ekki, ég ætla ekki að segja það frá svo ekki. Okay. Þú átt teið, þú vann síðustu þannig að þú byrjar. Já. Ég ætla að bjóða upp á Guðrúnu Arnardóttur. Já, ég veit svo sem ekki hvað það felur í sér sko. Nei, en það átti ekki að fá að vita það. Herri, nú tek ég upp Bryson-kylfuna mína. Ég er með aðeins þykkara skaft á þessari. Ok. Þetta er ný kylfa því að ég braut kylfu daginn. Það var ekki í reiði. Nei. Þá skallaði ég bolta og svo stóð ég bara eftir með skaftið í höndunum. Fann aldrei kylfuðs. Herðu, ok, nú sláum við í gegn. Þetta lítur vel út. Aðeins og stuttur. Það verður að hafa það. Ég ætla að bjóða upp á högg sem ég kýs að kalla Guðrúnu Arnardóttur. Ég byrjaði að kalla þetta Sally Gunnell, þetta gamla breska hlaupakonan, en ég íslenskaði þetta. Já. Og ég vildi hafa eitthvað eitt högg þar sem ég myndi tileinka íslenskri konu. Já. Og þetta er Guðrúnu Arnardóttir. Ég ætla bara að senda hann hlaupandi í átt af pinnanum. Okay. Skilurðu mig? Þetta er bara létt og þetta er svona links. Þú voru aldrei að spila linksvöll, eða? Nei. Þar er maður alltaf í 3/4 höggum. Já, já. Og hér er ég bara að fara, og ég veit nákvæmlega hvað ég er að fara að gera. Og þetta er hérna. Þarna er höggið góða. Kanti þetta er högg sem kant hér á minn. Nei. Nei. Við erum aftur á leiðinni á ströndina. Maður er aldrei að henda frá sér kylfu með eins og leið sem ég ætla bara að ganga frá henni í rólegheitunum. Við erum aftur á leiðinni á ströndina nefnilega. Það er sólhatturinn og... Það sem ég ætlaði að gera, ég ætlaði bara að taka hérna og þetta er búið að vera flawless hjá mér. Já, ég sá það. En það er kuldinn. Hvernig hann fer í liðamótin. Trúi sig. Veistu hvað? Þetta er verið svo easy hjá mér núna í langan tíma. Það tekur bara 7, aðeins að þrýsta honum áfram. Bömpa hann áfram. Og þú bömpar bara og Guðrún Arnardóttir kemur síðan joggandi inn á... Er þetta uppáhalds frjálsíþróttamæðurinn? Já, ætli hún sé ekki, hún er upp þar. Já. Ben Johnson líka. Já. Já, ég held að ég sé með kylfunni í þetta, sko. Þú með verkfæri? Já. Er þetta T300 sett? Já. Það fyrirgefur svolítið vel eða ekki? Jó, ég er að fara að fá mig nýtt. Mættu daginn upp í Örnin með tróðfullt raskat að 10 skallum ætlaði að rabba, mæla mig og gera allt upp á nýtt. Já. Hann sagði, vill ég bara æfa aðeins meir í golfi áður en við gerum þetta hjá minn. Hann er svo hreinskilinn en svo skemmtilegur. Hann er toppmaður. Já, já.
Stoppaðu bara. Þetta var bara listilega vel gert. Segði það nú ekki, en þetta var alltaf læg. Þetta var allavega skárinn bunkerinn áðan. Já, það var töluvert skárinn hann. Þetta var töluvert skárinn hann. Og í pútkeppninni eru mættir, má ég sjá þetta Gunni minn, hvernig pút ertu með? Ég er með King Cobra Stingray 40. Ping Answer 2 sem að mætir þér. Já. Er þitt face þrívítaprentað? Já. Ok. Bjóst ekki við því. Stuttur. Djúvill hoppaði hérna maður. Nú þarf maður að einbeita sér. Já, þetta er bara nokkuð snyrtilega gert. Bara þægilegt parspil. Gunnar, það er 1-1 hjá okkur og ef ég set þetta í, Já. Erum við ekki leiðin aftur upp? Jú, þá fellur í hóluna. Felli í hóluna. Já. Er brotið í þessu eða ef ég er bara nógu fastur þá er ekkert brotið í þessu eða? Nei, ég myndi svona halda ekki. Það er bráðabanni. Uppfettir. Hvað slóst þú hérna inn á? Með P? Nei, ég var með ég veit ekki hvaða gráður eru á því. Þetta er eitthvað 9 kílói, ég fekk hana í erninum. Já. Strákarnir í erninum svo mér að þetta væri 5 kíló. Nú erum við svo mættir hérna aftur upp átundu í bráðabanna. Vegna þess að það gengur ekki að menn gangi jafnir af velli, það er ekki þannig í golfi. Þannig að þá er svona one hole playoff. Og eigum við ekki bara að leika þangað til að verða sigurvegari? Jó. Já. Spilum bara þangað til sigurvegari. Við spilum bara þangað til einhver vinnur. Það er óbúslega fallegt. Er hann stuttur aftur? Já. Þetta er bara Þetta er sama höggið. Þetta er sama höggið. Þetta er identical högg. En þú ert svo stöðugur. Það sem ég hef lært núna, og ég ætla að senda Guðrúnu Arnardóttur aftur af stað. Já. Það sem ég er búinn að læra er að hún kastar öllu niður. Já. Þannig að þú ætti að senda hann hlaupandi í rétt átt. Þannig að ég er að senda hann hlaupandi á allt annan stað núna. Ég er á nákvæmlega sama stað á þann. Og Gunni, mér finnst einhvern veginn kjánalegt. Mér líður eins og ég sé að fara að vinna. Skilur mig? Já. Já, þetta er runnerinn minn. Þetta er runnerinn minn. Þetta er runnerinn minn. Þetta er runnerinn minn. Stoppaðu. Þessi getur tekið brekkuna. Hún tekur brekkuna. Sko, ég skal alveg viðurkenna það. Þetta var bara fínt högg, en niðurstaðan ekkert spes. Nei, þetta er nákvæmlega sem ég hef verið að gera. Ég hef verið að spila þetta út um allan heim. Já. En þessi íslensku vellir, þeir henta bara ekki mínum leik. Nei. Ég var alveg til í að mæta hérna bara með Eru íslensku vellir Jason Daly og okkur gauðra og þeir myndir þetta í vesinni. Já. Ég ætla bara að hendi í runner, leyfa honum að trítla, leyfa Guðrúnu, jogginn á. Já. Þú sagði mér nákvæmlega hvað þú ætlar að gera. Og kosturinn mitt högg er að ég náttúrulega hef pútað þessu púti áður. Ég veit hvað það er að gera. Þú ert að fara í allt annað. Ég er að fara í allt annað. Ég reyndar nær en ég hélt því að það er svona slópur niður. Já, ég hélt þú væri lengra frá. Já. Ég skal bara vera fyrstur til að viðurkenna það. Mér finnst reyndar, og má gefa þér það, að mér finnst þú með nokkuð svona fallegan slátt. Takk. Það er að segja að það er svona taktur í svo og það geta framkvæmt sama höggið tvissar, svona identical. Já. Það segir mér að það komið eitthvað konsistens í því sem var ekki áður. Ég hef ekki oft séð þig þrípúta. Þannig að ég verði eiginlega að setja þetta í, sko. Já, þú ert fyrir utan. Það er ekkert spes tilfinning, sko, en bara ekki vera stuttur, elsku vinur. Ég get eiginlega ekki gert þetta mikið betur, sko. Herru, ég klára. Já. Það er parið, viltu hafa hann í? Já, ég vil hafa hann í. Ég vil hafa í. Já. Og æsingur er þetta. Já, þetta er bara mjög fagmannlega gert. En þetta er alveg vitleysa að ég sé að gefa honum högg á par 3 hólur sem er bara hérna. Þetta er ekki einu svona 100 metra, sko. Alveg vitleysa.
Hann það góður í sérstaklega pútt. Ég var að gefa hann það. Gunni, mér líður ekki eins og henni. Þú veist, ég get ekki gert betur. Ég get ekki gert betur. Ég spila 4 hólur og ég spilaði allar á pari. Það bara, that's my maximum, bro. Þú veist, ég vann ekki. Það var gólfíþróttin sem vann. Já, ég. Og veistu hvað? Núna skulum við tveir hætta að spila á hvern annan. Já, ég held að það sé fínt bara upp á vináttunar. Förum núna og spilum einhver aðra. Þú ert miklu betur en ég. Þú ert orðinn ógeðslega góður. Þú pakkaði mig saman. Ég var með til skammar hérna í sandinum áðan. Herðu. Þú veist. Ef að fara að spila við einhver aðra? Förum að spila við einhver aðra. Þú veist, ég held að við séum geggjað kombo saman. Ég er eiginlega handviss um það. Þú ert ekkert eðlilega góður á punktinu. Ég var að segja það við búlistrákana þarna áðan. Takk fyrir. Við sjáumst næst þar sem við Gunni mætum einhverjum öðrum. Við erum að fara að sirka út, finna eitthvað skemmtilegt. Stelpur, konur, til ég að spila við ykkur. Þangað til næst. Verið sæl.